Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Í gær hefur tölum saman, þá vildum við fá troðfullu höll af fólki. Fór nú ekkert langt frá því að fylla höllina, jæja. Yfir 500 manns, þetta var mikið skemmtun kvöld, en tap, fyrstu viðbrögð til leik. Já, þetta var frábær skemmtun og bara mikill svona baráttu leikur. Mér fannst kannski við hittum of illa til þess að geta unnið þennan leik. Og mistum Mantar sem spilaði bara 4-5 mínútur. Þannig að fyrir vikið þá töpuðu frákvæmstabaráttunni, ruglaði svona okkar róteringu. En bara ánægði með baráttunni eftir strákunum. Og kannski eitthvað svona smá þreyta í löppunum á þeim, þess vegna held ég að skotin hafi verið svona stutt. Þetta náttúrulega tíma erum við komnir 15-16 stig undir, en þeir gera vel að koma næstu því tilbaka, koma munið niður í 6 stig, það er vel gert hjá þeim. Já, við áttum alveg smá séns og svo gerðu bara stórunum verið, þeir svöruðu bara, yfirleitt var það þannig að þeir náðu kannski sóknarfrákosti og skoruðu. Það var kannski það sem brenndi okkur í leiknum, en strákarnir eiga stórt hrós skilið fyrir að gefast aldrei upp og berjast til síðasta blóðsdropa. Svo er svolítið dýrt eins og hérna í lokin, þó að sé svo sem hafi ekkert leikurinn tapast á því að koma ekki boltanum inn í innkasti. Það er líka margir svona smá hluti sem að vega þungt. Já, í rauninni sko, svo kannski var á svona tímabili, það er svona dæmigert að menn eru orðnir svona smá þreyttir og lúnir sko, þá er boltinn bara ekki fljóta nógu mikið í sókninni og fyrir vikið eru það kannski að taka aðeins og erfið skot og það hefði bara kannski verið dýrara. Ég hef engar áhyggjur af einu töpuðum bolta við forsuðum Tindastóli 18 turnovers, þannig að það var með okkur í kvöld. Það verður að gefa strákunum stórt hrós fyrir að þeir gáfust aldrei upp. Nei, í rauninni ekki og bara, þetta var bara flott körfuboltakvöld hérna í höllinni. Þeir fengu náttúrulega svona auka kraft, en við erum búin að spila alveg gríðarlega þétt núna síðustu vikur og mér fannst það kannski svona merkti svona smá þreytu í liðinu. Svo er náttúrulega sko, menn voru dálítið bjartir eftir sigur á KR, en ef maður ber saman KR-liðið sem mætti hingað og Tindastól, þá eru stólarnir einfaldlega bara sterkari. Stólarnir eru bara með svona stærra lið og þeir eru bara mjög fasti fyrir og þess vegna hefði verið gott að vera með Mantars til þess að berjast aðeins við það þarna undir körfunni. Það er ekki munað aðeins það. Það náttúrulega var svo sem ekki þetta að nota hana ein neyðan á vellinum. Já, maður farin að sjá tvöfalt sko, þannig að við vildum ekki taka neitt séns á því og við pröfum að setja lepp fyrir augað en það var ekki að virka. Næst er að útileikur, þá smá ferðalag? Já, útileikur og ert þú til í ferðalagi? Það er aldrei að vita. Hvernig leggst það í ykkur? Bara vel. Við erum að keppa núna á móti bara toppliðunum. Við erum að keppa á móti Tindastól og svo bara næst er að Keflavík. Þannig að bara hver stórleikurinn fætur öðrum. Heldur við fáum sömu stemmingu í Keflavík, hvað kallar ekki Slátrahúsið, fáum við sömu stemmingu þar og hér? Já, ég held að heitir þetta ekki eitthvað Gordon Blue höllin núna eða eitthvað fleiri, ég held að það verður bara mjög gaman þar. Herru, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk.